Takk fyrir þetta. Hrikalega gaman að sjá svona mörg komin. Gefur okkur sem að vinna við þetta alla daga svolítið svona von í hjartað að við séum á góðri leið. Og ég alveg viss það, við erum á góðri leið. Smá mig, ég sem sagt að vinna, mitt aðalstarf að vera kennari og ég kennari í Lækjarskóla í Hafnarfirði. Byrjaði þar fyrir 6 árum síðan og svo ég segi ykkur alveg satt að þá byrjaði ég sem náttúrufræðikennari og náttúrufræði bara svona mitt aðalstarf að vera náttúrufræðikennari. En ég byrjaði því að stelast að vera með kynfræðslu og kynjafræði í náttúrufræðitímum. Og þessi stuldur minn var bara svona hrikalega vinsæll, þannig að ég fór til deildarstjóra míns sem að ég var svo heppin að studdi mig og við settum þetta inn í stundatöflu og í 5 ár hefur kynfræðsla og kynjafræði verið skyldufag fyrir nemendur 8., 9. og 10. bekkjar í Lækjarskóla. Þannig að af því ég mjög stolt og get miðlað alls konar reynslu varðandi þetta. Og síðan ég bara búin að vera ógeðslega óþekk í Hafnarfjarðarbæ í 3-4 ár. Biðja að þetta verði bara gert í öllum skólum í Hafnarfirði og á mig var hlustað. Þannig að ég stýri verkefni þar sem að við erum að búa til bara svona námskrá í kynfræðslu og kynjafræði fyrir alla nemendur í grunnskóla frá 1. til 10. bekk. Og frá og með næsta hausti að þá ætlum við að setja kynfræðslu og kynjafræði inn í alla skóla í Hafnarfirði. Ég segi ykkur frá því aðeins á eftir. En þið hér eru væntanlega mörg stjórnendur og fólk sem hefur áhuga á þessu og af hverju getum við ekki lengur skorast undan? Jú, aðalnámskráin stútfull af hæfniviðmiðum sem að tengjast kynfræðslu eða kynjafræði á einhvern hátt. Þannig að við getum ekki sagt að þetta sé eitthvað svona nýtt sem við erum að setja inn í skólana. Við höfum þetta allt þarna. Vissulega má bæta við, en þetta allavega frábær grunnur. Þingsályktun sem að við mörg erum að vinna eftir í forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi og einelti. Markmið þessara forvarnateyma sem eru lögbundin í öllum skólum kveða á að kynfræðsla og kynjafræði eigi að fara í alla árganga og fræðsla til starfsfólks. Grunnþættir menntunar, 3 af 6 grunnþáttum menntunar koma inn á þetta málefni, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð, koma vel inn á þetta og KÍ gaf síðan út áskorun á kennaraþingi, á 8. þingi kennarasambands á síðasta ári, sem skorar á stjórnendur og menntamálayfirvöld að tryggja nemendum allra skólastiga alhliða kynfræðslu og fræðslu ofbeldisforvarnir. Og síðan bara lögbundið hlutverk kennara að fræða kynjajafnrétti á öllum skólastigum. Að sjálfsögðu síðan tillögur starfshóps mennta- og menningarmálaráðherra sem kom út árið 2021. Þar sem að kom fram að kynfræðsla ætti að vera gera skyldufagi fyrir nemendur í grunn- og framhaldsskólum og að menntun kynheilbrigði sé í grunnnámi kennaranema. En hvað vilja nemendur? Mér datt í hug í gær, ég var með 13 og 14 ára nemendur og spurði þau bara, ég vantar bara eitthvað, ég er fyrirlestur, var að klára fyrirlestur, hvað viljið? Hvað finnst ykkur mikilvægast að læra í kynfræðslu krakkar? Og ég fékk svör. Að strákar læra blæðingar, kynjajafnrétti, að læra stereótýpur, að læra karlmennsku, að ræða saman jafnrétti, að læra fordóma, að læra óheilbrigð og heilbrigð sambönd, að læra hvernig á ekki að eignast börn, að læra snípin, minni á 13 og 14 ára börn, læra kynfæri og safe sex, að konur þurfa súkkulaði þegar þær eru á túr. Þessi nemandi stelpurnar snéru sér alla við og segja það eins gott að koma með súkkulaði næst hér á túr. Jafnrétti kynja, að við lærum jafnrétti, samþykki og öryggi. Þau eru ekki eitthvað óska eftir fræðslu einhverja líffærafræði, þau eru ekki óska eftir fræðslu smokkin, þau vilja bara fá fræðslu það hvernig verð ég kærasti eða kærasta, hvernig að vera í sambandi, jafnrétti, virðing og mörk. Ég sagði þeim ekki að segja þetta allt, sko. En hvað kemur í veg fyrir markvissa og góða kynfræðslu? Og ég fæ alltaf þegar ég er að berjast þá fæ ég þessa spurningu, en hver á að kenna þetta?
Við erum bara öll fullari fólk og við ættum bara að geta talað opinskátt alls konar málefni. Sem kennarar, fólk sem að vinna með börnum, þá þurfum við bara að fá þjálfun og æfa okkur bara markvisst í því að ræða þetta. Allir kennarar. Við erum með grunnþættina, við erum með bara, eins og ég sýndi ykkur áðan, við erum með bara mjög margt sem að sýna okkur það að allir kennarar ættu að geta talað þetta að einhverju marki. Aðalnámskráin, grunnþætti menntunar og lögbundið hlutverk kennara. Hvað á að kenna? Ég fæ líka oft spurninguna, hvað á að kenna? Það vantar svo mikið námsefni. Það vantar ekki neitt námsefni. Það er til hellingur af efni. Við þurfum bara kannski mögulega að gefa okkur pínlítinn tíma til að finna þetta efni. Nú er verið að setja hellingaefni inn á Stopp ofbeldis vef sem er á vegum Menntamálastofnunar. Það er verið að búa til frábæra kennarahandbók, frábæra segja því að ég er einn höfunda, sem í raun og veru bara frábær leið til að kynna sér þetta viðkvæma efni, þetta erfiða efni oft á tíðum og mikilvæg fyrstu skref áður en við förum að innleiða þetta eða áður en við förum inn í skólastofuna. Kynjafræði fyrir byrjendur er frábær bók til þess að kynna sér svona helstu grundvallaratriðin í kynjafræðinni. Og Stígamót hefur líka boðið upp á alls konar námsefni eins og þetta sjúk ást og það er bara fullt af frábæru efni til. Við þurfum bara að gefa okkur smá tíma í það. Hvað á að taka út í staðinn? Vitið þið það að ég get nefnt svo ótrúlega mikið af hlutum sem að ég kenni sem eru bæði endurtekningar og ég hef aldrei notað það sjálf sem ég lærði eða ég býst ekki við að stór hluti af mínum nemendum noti. Þannig að já, ég kenni mikið svampa og þörunga. Og væri bara frekar til í það að börnin mín vissu meira hvernig ætti að virða mörk, hvernig ætti að bera virðingu fyrir öðrum og slíkt heldur en að vera mjög góð í hryggleysingjum. En þannig að þetta fellur bara mjög vel undir náttúrugreinar, samfélagsgreinar, lífsleikni og fleiri greinar. Þið vitið, það er hægt að samtvinna þetta og setja þetta undir allar námsgreinar. Hvað þarf til? Eins og ég segi, þá átti ég bara frábæran deildarstjóra sem bara sá mikilvægi í þessu sem ég var að stelast til að gera og hún bara svolítið bjóð til rými og setti þetta í stundatöflu. Sagði bara, Kristín, við hugsum þetta ekkert lengur, við gerum þetta bara. Þannig að skólastjórnendur eru bara í lykilstöðu til að rýma fyrir kynfræðslu og kynjafræði. Það þarf að vísu að gefa kennurum bara svolítið rými, tíma, til þess að kynna sér þetta efni, vegna þess að þetta er ekki bara eitthvað svona ein bók sem við kynnum okkur svona 2 blaðsíður fram í tímann áður en við förum að kenna þetta. Við þurfum svolítið að fræða okkur áður en við förum með þessa fræðslu. Þannig að skólastjórnendur ættu að gefa kennurum rými til að kynna sér þetta efni og að sjálfsögðu tími í stundatöflu. En menntun nýrra kennara ætti líka að leggja bara áherslu á það að gera kynjafræði að skyldu fagi. Ég skil ekki af hverju það er ekki ennþá. Ég veit þetta er valfag. Þetta ætti náttúrulega alls ekki að vera valfag, þetta ætti að vera bara aðal áhersluefnið í kennaramenntun, mín skoðun. Síðan ætti líka bara að samþætta kynjasjónarmið inn í allt námið. Þannig að þegar við erum að fjalla bara skólastofuna, þá þurfum við líka bara að ræða það hvað kemur upp, hvernig er kynjaður vandinn í skólastofunni, hvernig komum við fram við stelpur og stráka og önnur kyn. Síðan það líka bara að veita kennurum fræðslu. Og það er kannski svona svolítið vandinn sem að blasi við okkur í dag. Nú vona ég að hér sé bara fullt hús af fólki sem ætlar að fara að trukki inn í skólastofu með þessa fræðslu. En við þurfum kannski svolítið að finna leið til að fræða kennara. Kennarahandbókin er vissulega góð byrjun. En kannski námskeið eða eitthvað svoleiðis er eitthvað sem að koma skal. Ég skal ekki segja til það. En eins og ég segi, þá er kynjafræði og kynfræðsla hin heila tvenna. Kynfræðsla og ofbeldisforvarnir verða aldrei góðar á þess að taka kynjavinkilinn með. Ofbeldi er svakalega kynjaður vandi og við þurfum alltaf að taka kynjabreytuna inn í þessa umræðu. Staðalímyndir og kynhlutverk leika lykilhlutverk í orsökum ofbeldis og valdaójafnvægi er mjög stór breyta í ofbeldismálum. Þannig að kynfræðsla og ofbeldisforvarnir verða aldrei án þess að kynjafræði komið þar við sögu. Hvernig sé ég svona faglega fræðslu fyrir mér? Eins og ég sagði það, þá þarf menntun eða fræðslu fyrir kennara. Til þess að fræðslan beri tilætlaðan árangur, þá er ekki nóg að það sé eitthvað svona kvöld í félagsmiðstöðinni.
þar sem að 17 nemendur mæta og fá fantafína fræðslu, heldur þarf þetta að vera gegnumgangandi alla skólagönguna og ætti að sjálfsögðu að byrja í leikskóla. Við erum kannski ekki að fara að kenna börnum í leikskóla hvernig ætti að setja smokkinn á, en þar getum við sannarlega að byrja því að kenna þeim að setja mörk, virða mörk, bera virðingu fyrir fjölbreytileika og svo framvegis. Þannig að þetta þarf að vera alla skólagönguna og mín tilfinning eða mín svona reynsla sú að börn tileinka sér bara þessa fræðslu eftir því hvar þau eru stödd á sínu æviskeiði. Fræðslan þarf að gera ráð fyrir fjölbreytileika og taka sérstaklega á málefnum sem að snertir minnihlutahópa. Þess að minnihlutahópar tileinka sér líka fræðsluna eftir því bara sem hún á við þau. Þannig að það þarf sérstaklega að ræða hvernig bara ofbeldi kemur við minnihlutahópa. Við þurfum að taka áherslu á kynhlutverk, staðalímyndir og valdamisræmi, samskipti, samþykki og mörk. Síðan þurfum við líka bara að leggja áherslu á heilbrigði, ánægju og unað vegna þess að kynlíf á svo sannarlega að gefa okkur ánægju og unað. Síðan þarf að koma sterkt inn á bara ofbeldisforvarnir. En ef við erum ekki að sinna okkar hlutverki, hvar fá þá börn fræðsluna? Þau fá þetta úr sjónvarpsefni og ég svona til að rifja upp þeir sem hafa ekki séð Notebook, þá hljóp hann upp í svona Parísarhjól, hótaði að stökkva niður og hún fær ekki á date með honum. Klám vissulega orðinn mjög stór áhrifavaldur í lífi ungs fólks og bara mjög stór þáttur í það sem að börn telja að vera fræðslu. Þau fá frá jafningjum, ég ætla nú ekki að segja þessu öll jafnvitlaus en það var kannski ekki alltaf gáfulegasta sem kemur frá félögunum. Síðan sá ég þetta hérna í gær, 43% af Bretum lærðu meira kynlíf af TikTok en í skóla. Ég vil halda þið fram að við séum betri heldur Bretar, en engu að síður að þá eru þau að læra alveg heilan helling á samfélagsmiðlum. Hvernig síðan bara klám sem kynfræðsla? Það vissulega hægt að ræða það hvort það sé til eitthvað feminist klám eða klám sem ekki felur í sér ofbeldi. Það ekki klámið sem að börnin okkar að horfa á, vegna þess að klámið sem að börnin okkar að horfa á frítt. Þau borga ekki fyrir það og það sem frítt, það yfirleitt ekki mjög gæðamikið. Og ég bara tók tímann í gær og það tók mig innan við 10 sekúndur að finna sifjaspell, barnaklám, rasisma og óraunhæfar væntingar til útlits og frammistöðu. Frá kláminu að þá læra börn að samþykki skipti ekki máli. Það engar umræður, það ekkert samþykki, það ekki neitt í gangi nema yfirleitt bara smá stunur. Þau læra að það sé í lagi að slá, hrækja framan í aðra, kirkja, nota niðrandi orð í kynlífi. Að kynlífi með fjölskyldumeðlimum sé eftirsótt. Flestar, ég sýni ykkur það hérna á eftir, flest heiti á myndböndum tengjast á einhvern hátt fjölskyldumeðlimum. En afleiðingarnar þær að fólk sem vinnur með ungu fólki sér greinileg merki þess að klám er áhrifavaldur í lífi ungs fólks og samskiptum og kynlífshandrit ungs fólks breytist mjög í takt við tískustrauma í klámi og við sjáum þetta sérstaklega þar sem að kyrkingar eru farnar að vera vinsælar hjá ungu fólki. Veit ég hvort ég ætti að setja trigger warning á þetta en þetta bara það sem að ég dundaði mig við í gærkvöldi. Það verið að setja mig í skammakrókinn. Þarna eru heiti á nokkrum myndböndum. Þetta bara fyrsta síðan á einni vinsælustu klámsíðu. Þetta margt sem að tengist fjölskyldutengslum. Ég leyfi ykkur bara að lesa þetta sjálf. Ég ætla ekki að lesa þetta upp fyrir ykkur ef þið hafið áhuga á því. Og þetta eins og þið sjáu þarna hversu mörg hafa hort á þetta, hversu mörg eru búin að líka við þetta og þetta allt, aftur, minna á, þetta bara fyrsta síðan á klámsíðu, vinsælustu klámsíðu heims held ég í gærkvöldi. En ég ætla að segja ykkur, áður en ég setti í skammakrókinn, frá því sem að ég afar stolt af. En eins og ég sagði ykkur og þá ég búin að vera rosalega óþekk og hafa háttinn í Hafnarfirði sem mitt sveitarfélag og þar vinn ég og síðastliðið haust að þá var ég ráðin sem verkefnastýra hjá Hafnarfjarðarbæ og vinn núna í innleiðingu á kynja og kynfræðslu í alla grunnskóla Hafnarfjarðar. Þetta kom til vegna þess að
Fulltrúar forvarnateyma í Hafnarfirði óskuðu eftir því að fá bara svona eitthvað meira upp í hendurnar, hvernig eigum að tryggja þessa fræðslu. Ungmennaráð Hafnarfjarðar óskaði eftir þessu, foreldrar á grunnskólabarna óskaði eftir betri fræðslu. Í desember síðastliðinn að þá stofnaði ég starfshóp og vinn núna með fulltrúum frá öllum skólum eða grunnskólum í Hafnarfirði. Ég hef pínu áhyggjur af því að ég var að fá fólk sem að vissi lítið. Þetta frábært fólk sem að bara búin að vinna fullt af skemmtilegri vinnu og bara með alls konar bakgrunn í þessum efnum. Við hittumst vikulega og erum núna að búa til bara svona námskrá, við erum að bera saman bækur og við erum bara mjög skemmtilegt hjá okkur að spjalla saman þessi mál. Frá og með næsta hausti að þá á kynjafræði og kynfræðsla að vera skyldubundi inn í stundaskrá hjá 8., 9. og 10. bekk í öllum grunnskólum í Hafnarfirði. 1. til 7. bekkur á að fá einhvers konar námskrá sem að umsjónarkennarar væntanlega eða aðrir kennarar fylgja eftir. Þannig að síðan vona ég bara að það verði áframhaldandi stuðningur vegna þess að sjálfsögðu þetta þannig að það ekki öll sem að treysta sér til að kenna þetta. Við þurfum að valdefla kennara og gefa þeim svona svolítið fræðslu þessi mál. Að lokum, við getum öll gert gagn þó svo að við séum ekki þessi ákveðni kynfræðslukennar í skólanum eða þó við séum stjórnendur eða annað fólk, það getum við öll gert gagn með því að benda á staðalímyndir í námsefni og ögraðum. Námsefni stútfullt af skaðlegum staðalímyndum, við getum bent á þær og ögrað þeim, sagt söguna af ofurhetjunni sem kona, skiljiði. Við getum kennt börnum markvisst að virða og setja mörk í samskiptum. Þetta eigum við auðvitað bara að kenna börnum frá leikskólaaldri. Gera ráð fyrir fjölbreytileika í okkar umhverfi. Börn eru alls konar, fjölskyldur þeirra eru alls konar. Gera ráð fyrir viðurkenna upplifun að styðja börn. Það bara gríðarleg aukning á börnum sem að skilgreina sig sem annað kyn heldur en það sem kannski stendur í mentor. Og við þurfum bara að styðja þessi börn, við þurfum að viðurkenna þeirra upplifanir og bara aðstoða þau. Og bara svo ég segi ykkur eitt mjög merkilegt að þá heyrði ég frá einni sem vinnur á BUGL að það getur dregið 50% eða meira úr sjálfsvígshugsunum transbarna ef að þau hafa einn aðila í sínu lífi sem að styður þeirra kyn, sem að viðurkennir þeirra kyn, þannig að við ætlum að vera þessi eini aðili. Svo sjálfsögðu notum við vávarnir áður en við förum inn í erfið efni, en það mín svona reynsla að stundum leiðast umræður út í erfið efni án þess að við kannski ætlum okkur það og þá bara ekkert mála að kasta fram svona váviðvörn og bjóða nemendum upp á það að koma seinna og ræða við okkur. Ég hef ekki mikið meira að segja við ykkur og þakka ykkur fyrir hlustun.